Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag hún Sigrún. En Sigrún rekur fyrirtæki sem heitir Ramma Lausnir Sigrúnar. Hún bauð okkur upp á vegstæði til sín og sýndi okkur svona helstu þessi tæki og tól sem hún notar. Ég viðurkenni fyrir mitt leyti að ég hafði nú ekki hugmynd hvað þetta starfa að búa til ramma væri víðfermt. En hún ætlar að segja okkur frá því hvernig þetta byrjaði, hvernig þetta er gengið og hvernig vegferðin var frá því hún lauk námi og fór í það að starta þessu rekstri. Heil og sæl Sigrún, velkomin í Mjólkurhúsið. Komdu sæll blessaður. Mér langar að byrja að spyrja þig. Það sem þú náttúrulega rekur Ramma Lausnir Sigrúnar, það gerir nú mikið meira en að búa til ramma. Er eitthvað í þinni vinnu sem tekur lengri tíma en fólk heldur svona öllu jafna? Til að verkin taka afskaplega mismunandi langan tíma og útsömsverk eins og ég er akkurat með á borðinu núna sem er kannski mjög hotskátt og maður þarf að byrja að strauja og strekja og gera hitt og þetta til að passi. Þannig að þú ert með verk sem er þá saumaverk í sjálfu sér, nú þekki ég þetta ekki og sem þú ert að strekja ramma fyrir viðskiptavinn. Já. Þetta er ekki bara ljósmyndir. Sem getur verið mjög hot. Nei, þetta er sko alls ekki bara ljósmyndir. Ég er búin að ramma inn allt mögulegt. Náttúrulega fyrir mig svona sem náttúrulega ég hef ekki verslað mikið á mínu fólki hefur komið og verslað ég er alltaf á leiðinni. Ég hugsa þetta alltaf, eitt málverk, 2 ljósmyndir, postkort, eitthvað svoleiðis. Það hafa verið náttúrulega íþróttabúningar, það hafa verið, skrítnast að kannski var plastbóki, spýta. Nei, þetta nú spýta. Akkurat. Það margt skrítið sem við mannfólki setjum tilfinningagildi í. Það sko mörg svona skrítinverkefni sem ég fæ. Já, en það er bara gaman. Ég er bara auðvitað og henni þessi. En áðurnum tölum meira rammagerðina, Ramma Lausnir, þá langt maður að byrja að fara kannski svolítið upphafið. Og það er náttúrulega, þú ert hérna á austan. Hreinræktaður austfirðingur, meðan ég er þetta blessað AKP eins og við kallum í Vestmannum. Og en svona þykist hún hlutan samfélagi eftir öll mín ár hérna. En hvar ólstu upp? Ég elst bara upp út í sveit, út í Hjaltastaðaþinghá. Og og er eitthvað úr því umhverfið eða úr Hjaltastaðaþinghónu sem svona situr enn í þér eða sem einkennir kannski þig? Mjög djúpar spurningar í upphafi. Ég er mjög svo, mannlega er alltaf sveitabarn. Maður þarf alltaf að fara og jarðtengja sig bara í sveitina. Það er bara lykilatriði, ég tek algjörlega undir það með þér. Og en þá kannski annars tengis kannski þínu fæi í dag. Þú ert náttúrulega húsgagnameistari. En ég endaði með það. Þú endaði með það, byrjaði kannski ekki þar. En þannig að þú ert handverkur hluta þínu lífi. Eins og við erum kannski búin að tala nú þegar í mýflugumynd. Já, ég hef aldrei eiginlega sittið í skrifstofustól. Nei, en hvenær byrjaði handverkið að koma fyrst til þín? Ég held að maður bara þegar maður var í skóla og var í smíðum. Ekkert látin smíða út á bæ eða hjálpa? Jú. Maður var líka út í sveit. Maður var alltaf úti að gera eitthvað. En þú talar þú endar í húsgagnasmíðinni. Hvað var eiginlega þessi dróði upphaflega inn í það? Sko, eiginlega fyrst ætlaði ég rammarsfræðina en fékk ekki svar frá skólanum þannig að ég var svona hætt við í hausnum ákveðum bara að taka mér 1 ár frí frá skóla og hvaðan skólinn átti að byrja þá fékk ég svar en þá bara var ég komin með hausinn annað og sagði bara nei. Já, rétt, það bara beinleið áfram. Það var engar uppeyður. Það var engar uppeyður til. Og þannig að þú byrja þá í húsgagnarsmíði, er það þá hér fyrir austan eða ferðu eitthvað annað að læra eða? Ég fór á Akureyri. Þú fórst á Akureyri og er það, tókst það nám? Tek það sem sagt að því ég var búin með stúdentinn þá tók ég smíða námið á sem sagt 4 mönnum stað fyrir 5. Já. Þegar ég fór öfugt að þessu. Já, og það væntanlega hefur verið þá heimavist eða eitthvað því líkt. Bara keyrður norður eða? Nei, bjó bara fyrir norðan. Já, ok, þú varst flutt norður. Já. Hvernig þá upplifður fæið meðumast í námi og svo kannski eitthvað stuttu eftir og klárar bóklega námið? Ég var náttúrulega
ef við vorum 2 í grunnnáminu, það var bókasafnsfræðingurinn sem var að vinna á bókasafninu. Já, var hún með þér í náminu? Hún var með mér í náminu því hún var að gera upp húsið sitt. En annars var ég náttúrulega bara svo í framhaldinu bara ein. Já, með öllum drengjónum. Já. Það virðist vera svona svolítið taktur í því ennþá þenni dag, þó svo maður sé farin að heyra í fréttum að stelpur eða konur sé farin að sækja meira í iðnmenntun. Og það bara oft miklu betra. Já, það? Vera eina stelpa með drengjónum? Allavega að hafa bland. Það bara verður að vera. Það er ekkert gott að hafa sitt hvort, eða sem sagt, hreint. Nei, alls ekki. Þetta bara eins og þegar ég hef verið mínu námi í rafvirkjunum, að þá voru nú, sem mest stóð á síðustu örnum, þá voru þar 3 stelpur sem voru með okkur í grunnamannu. Þannig að það er alltaf að aukast og við erum talað það náttúrulega Austurlandi og svo skils mér á vinum mínu fyrir sunnan að það séu fleiri stelpur að sæki í þessa iðnmenntun á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er von fyrir okkur. Drengina har að læra að hafa okkur. Þannig að þú náttúrulega ert í þessu námi, klára það, hvað, er það 93 eða? Það er 93. Það er 93 og þá kannski ég leik við mest á forvitni að það sem gerast milli vegna þess að svo við segjum bara hlutin eins og þú klárar ekki sveinsprófi fyrir 2009. Af því að þegar ég var búin með skóla, þá var ekkert, ég rauninni tek, ég þurfti að velja hvað stæði á skírteininu hjá mér. Ég tók húsasmíða tekningarnar og allt það. Þeir létu mig velja hvort það stæði húsasmíði eða húsgagnasmíði. Já, var ekki hægt að hafa bæði eða? Ég hafði ekki beinið í nefinu til þess að segja, ég vil hafa bæði. Ég var ennþá ekki komin út skilinni. Nei, skilið. Og var þá planið að fara í, náttúrulega þú enda með húsgagnastimpilinn, en hafðirðu áhuga að fara í húsasmíðina? Nei, ég hafði ekki áhuga því. En það var engin í húsgagnasmíði með mér. Þannig að ég var bara með strákunum sem voru í húsasmíði. Árið áður var gerður fyrsta skipti sumarbústaður, en þegar ég var í framhaldsdeildinni þá var ekki búið að selja sumarbústaðinn, en þeir þorðu ekki að gera annan. Já, ég skil. Þannig að þá vorum við inn á verkstæði og ég fekk að gera minn stofuskáp. Þannig að þú útskrifast 93, ert ekki alveg ákveðin hvað ætlar að gera, ferði ekki úr samning? Af því það var bara ekkert, ég fann hvergi. Ég hringdi meira sem til Vestmannaeyja. Nú, bara allarleið beint í paradís. En það var bara ekkert. Og þá einhvern veginn bara settum maður þetta bara svona. Já, ég skil þið. En svo náttúrulega líður lífið á meðan og hvað er til að gera á milli þess að þú útskrifast og ferð teku samning? Þarna fyrst eftir ég var búin með skólan, þá var ég nú eitthvað í vörubílakstri. Svo fer ég að vinna í Orra í byggingvörudeildinni. Og fyrir okkur sem vita ekki hver Orri er með byggingvörubúðan og var það verslu þá hér fyrir austan? TF? Þetta nú varst þú að segja með einhverja nýja fréttir. Trésmiði Fljótsdalshéraðs. Nei, hættu nú. Það sem var tehúsið húsa í dag? Nei, það er annað. Það var kaupfélagið. Þetta er í Fellabæ. Þetta er í Fellabæ. Sjálfsögðu í Fellabæ. Náttúrulega, ef það er eitthvað sem ég lært sem ég kom hingað, að það eru skýr mörk á Lagarfljótsbrúnni, ertu fellbæingur eða héraðsmaður eða Egilsstaðabúi og þú ferð ekkert að eiga mikið þá rökraði. Það var raunin að halda þessu aðeins við, það var gaman að þessu. Já, sjálfsögðu, þetta er náttúrulega allt sagt með góðu gríni og það er engin rígur allan á okkar hálfu. Nei, ekki til, þetta er bara gaman að þessu. Þannig að þú svona ferð að dunda við eitt og annað, það er eins og segir, það er TF. Ég byrja sem sagt, mín fyrsta vinna var inn á gólfi hjá Orra. Já, ok. Þegar ég var 16. Þá voru þeir ennþá þar einismenn, Siggi og Hjálmþór. Það er magna, já, sem voru þá að vinna með þér í. Þeir voru enn á gólfi í Orra. Já, alveg magna hvað þetta líf leiðir okkur. Þannig þar voru svona kannski mín fyrsta reynsla af smíðavinn og þar var ég bara að gera glugga og slottlista í opin fög og eitthvað svona. Sem nú þekking sem nú bara meira og minna glatast að mínum mati í dag. Ég veit eins og hann Karl faðir minn, hann getur alveg klambrað saman einu glugga ef hún dettur þau í hug. En ég var ekki snjall að læra þetta á honum. Ég freka fyrir upp í húsasmiðju og næmir í lista. Kaupið er eitt tilbúin. Ég er svona, eða fæ fagfólk í þetta. Svo náttúrulega lendir maður í vandræðum með þetta er óreglulegt pláss. En þá velti ég fyrir mér náttúrulega eftir námið þá fer að vinna þarna í TF og ert að keyra og annars líkt. Var fæið þá alltaf svona í kringu þig svona aldrei langt utan seilingar eða? Nei, þannig sé það, já, það var svona, þetta blundaði alltaf, en ég
það freistaði mín ekki að fara á samninga orða. Nei, það nú, við skulum ekkit velta þeim steini enn frekar. En af hugmyndunum sveinspróf, hvenær fer sú hugmynd að kvikna enn á ný að komast á samning og hvar fórstu á samning? Þegar ég kem aftur heim. Já, þú kemur aftur austur? Til Íslands. Já, nú fluttur erlendis í Ég millitíðinni. var tæp 10 ára til Þýskalandi. Nú, já. Hvað varst það bara þú eða með manninum eða? Já. Hvað varst að gera í Þýskalandi? Ef ég má spyrja. Þetta var bara svona, hvað maður að segja? Ekki auper á pappírum. Það var bara maður þekki mann. Eins og oft þannig að bara sinna þessum svona, við getum sagt inn að gæsla þessum klassísku au-pair störfum. Það byrjaði þannig en svo var ég náttúrulega bara fljótlega komin út í fjós og vita skuld þegar sveitabær. Já, þetta var sveitabær og þetta er fólki mitt, vinni mínu enn í dag. Já, það er nú gott að heyra. Maður hefur heyrt það ofta sko, eins og bara til dæmis með, svo ég noti konuna mínu sem dæmi, þegar hún var á sem úlingsaldri, milli 18 og 20, ef maður rétt, þá fór hún til Svíþjóðar, var hérna að vinna, ég kann nú ekki útskýra það, hún var hérna á, hvað segir maður, hestabíli. Hestabúkari? Já, þetta var svona hrossarakt sem var í gangi hérna. Og hérna var þar, ef ég maður rétt í 1 sumar, og náttúrulega býr yfir miklu meiri sænsku þekkingu en ég nokkur tíman eftir þetta sumarinnar, en hún talar sjálf að þetta móta hann alveg gífurlega mikið að fara út og upplifa annað menningu. Það hafa allir bara rosalega gott að því. Ég get sagt bara fyrir mitt leyti sko það sem við þekkjum kannski samfélaginu okkar hér kringum Egilsstaði að mér finnst vera að hafa verið aukning og kannski bara meiri menninga, meiri sagu því að fólk sé að koma að taka þessur au-pair eða skiptinni með annað slíkt sem kemur hingað. Já, ég svo sem ekki kannski fylgst með því. Allan það hefur ekki verið í kringum þína fjölskyldu eða... Nei. Þetta allan, en ég get allan sagt... Ekki nefnum bara bróðið minna á eina þýska kærustu? Nú, já. Það að gera hrist upp í íslenska genamenginu. Eða því þýska, það fer eftir hvernig horfur á það. Það fer eftir hvernig maður horfur á það. Já. Þannig að þú varst úti í 10 ár. Kem svo heim og þá byrja ég hjá Miðás. Já, Miðás sem er raunin kallast í dag brúnásinnréttingar. Já, það eru brúnásinnréttingar en fyrirtækið heitir Miðás. Það heitir ennþá Miðás. Þetta er kannski eitt stærsti misskilningurinn sem ég hef upplifað bæði sko þegar ég tala við vinur minni Reykjavík og fólki hér. Þetta er svona eina fyrirtæki á Egilsstöðum sem ber þessi 2 nöfn. Það er Brúnás og Miðás og maður veit aldrei hvort í hvað. Þetta er bara sama. Já. Og hérna við framleiðum brúnásinnrétting. Já, og staðsett í Miðási. Það er ekki að flækja hlutin á þessu heimili. En ok, þú byrjar í Miðás, hvaða árið það? Það er 2007. Það er 2007. Sækir þú bara eða óskar eftir að komast að samning þar eða? Nei, það var auglýst þar eftir bara starfi og ég hringi hana í Jón Hávar að fyrstu degi og svo bara fer ég og kíkja á hann. Við sátum hana lengi og spjalli og Það er nú ekki skrítið að tala Jón Hávar. Hún er alltaf gaman að taka bolla og gott spjall. Hann rifjar þetta oft upp ennþá þegar ég kom. Það sjálfsögðu. Og nú náttúrulega fyrir okkur sem þekkjum ekki með brúnásinnréttingarnar, varstu ráðin eitthvað ákveðið verkefni eða eru bara allir í öllu? Þú veist, þeir að fá pantanir á einingu. Menn eru svolítið fastar á sinni stöð. Náttúrulega af því að ég fer svo fljótlega bara á samning. Þá náttúrulega fekk ég svolítið plakk á milli. Svona fá að upplifa allt í raun og veru. Svona eins og hægt var því þetta er náttúrulega þannig séð, þetta er svo allt öðruvísi heldur en að vera að búa til eitthvað frá grunni eins og er í húsgagnasmiðinni en bara fengum að vita hvað við ættum að gera fyrir sveinsprófið. Smíðaði maður það hann inn á gólfi fyrst og... Þetta var svona fínasti leikvöld. Mjög svo. Og fékkstu eða upplifður eitthvað uppáhalds verk, ef við segjum uppáhaldshogni í Miðás. Já, svona verkefni innan framleiðslu línu sem er þar. Það er náttúrulega hotni sem að ég endaði svo í þar sem að sérverkefnin koma. Já, redda vandræðahúsunum. Kannski aðeins. Ef þau eru bara svona, það getur verið svona sérskápar ekki beint eldhúsinnréttingar. Já, ég skilði. Ég held að eina sem ég hef verslað af Miðási þarna frá því ég kynnist fyrirtækinu, það er borplata sem var hálfmáni, þannig að það hefur ekki endur á þínu borði. Endalega ekki. Það
gæti samt alveg að hafa kantað hana. Já, það getur vel verið. Enda kannski fleiri árnin kæri með að viðurkenna síðan í verslaðana. Þannig að þú fer svo samning og eins og segir byggir þetta upp, sveinstykkið þitt. Hvað var sveinstykkið? Það var náttborð. Og þetta við vorum 2 sem að tókum sveinsprófið. Já, þetta árið. Já, og það leit út fyrir að þetta er bara eiginlega seinasta skipti. Nú, veistu hvort það fleiri á útskrifast síðan þá eða? Ég held allavega en þá er þetta ennþá ekki orðið útdautt, en hann fór svo líka í kennaranámið. Þannig hann er kennari við... Já, svo sem tók þetta með þér. Já, tók held ég bæði húsasmiðina, kennaran. Nei, þetta er þessi, það er ég verð oft hugsið með þessi fög, þetta er eins og fyrir nokkru var náttúrulega, var ekki þessi sérréttindi eins og hattargerðarmenn og annars lít svona sem hefur ekki verið endurnýjun í áratugi, en ég held svona fyrir mitt leiti að eins og húsgagna smíð og annars líkt, og þetta sé eina af stéttum sem mér finnst að megi alls ekki degja út. Ekki maður horfið eins og var hönnunar þátturinn sem var í sjónvarpinu í gær. Veitu, ég misti á honum. Danska hönnu. Já, ég kíkja á nætt. Það var svona, já, bara síðan 50 og 60. Já, ég sá auglýsingu. Þetta náttúrulega, líka bara maður horfir út í bara allt sem í kringum hann. Ég held að svona nærtakast í mínu minni er náttúrulega tala eins og sænsku stólana. Stóll er ekki stóll. Nei. Það skiptir máli hvernig lögurinn er, þannig að maður sé ekki að renna úr honum og getur setið lengur og spjallað og hver þekkir það ekki að við erum góðið matabóðu þó að borðið sér ljótt en stóllinn er fallegur. Ef þetta er góður stóll, þægilegur allavega. Já, í það minnsta og ef hann er þægilegur þá getur maður setið lón og dón og rappað. Já. Hver hefur ekki tekið samtal í óþægilegum stól og vilja bara fara eftir 4 mínútur? Er það svolítið sér þér? Nei, mér líður agalega vel, þetta er mjög smekklegi stólar hérna hjá þér upp á vegstæði. Næstir ég kem þá var ég alveg til að sjá nýjan stól frá þér. Já, nei, ég held ég sé ekki að fara út í það verkefni strax. Ekki strax. Það er alltaf mikið af opnum endum. Já, svona þegar þið leiðist, þegar ekkert er að gera. Akkurat, í döðatíma. Þá lætur mig vita, döðatíminn, ég er alltaf að býta mínum döðatíma. Hérna er síðan, en þannig erum við 2007 til 2009, þú tekur sveinsprófið og hérna við erum búin að tala hvenær hugmyndi fór að kvikna, þetta er svona, hún gerist eða sjálfkrafa eða ekki rétt skilja mér? Jú, þetta er bara svona eitt leiðir af öðru þegar Jón Hávar var tilbúin en hann alltaf skrifaði ekki upp á fyrir mig. Nei. Hann var svona... Ég þurfti að finna einn verulega gamlan húsasmíðameistara sem hafði nú eiginlega afskaplega lítið starfa við þetta. Það var hann Sveinn Árnason. Fyrir bankastjórinn fyrir Sparisjóðs. Nú er það. Þetta er það er eitthvað sem ég er svo gaman af sérstaklega á bara ef við tölum Austurlandi í heilsinni, það er svo óbúslega smátt samfélag. Þó að við teljum í dag ekki nema 15.000 í heilsinni, það er alltaf maður fyrir eitthvað, maður hittir alltaf einhvern sem að þekkir allan að minnst 4 eða 5 sem maður kannast við að þekkir vel. Já. Þannig en svo er náttúrulega spurningin, þegar þú byrjar í miðás, náttúrulega búin að vera kannski í puttana við fæið svona af og til, hvernig var að koma inn eftir svo langa tíma, eftir að hafa lokið námi 93 og komið aftur og byrja þarna í vinnu? Mér fannst það ekkert mál. Þannig að það var bara eins og hitta gamla vinn aftur. Í rauninni. Þetta bara gengur í verkið. Svo náttúrulega eins og við erum komið til árs 2009 og þá velti maður fyrir sér, var 2009 einhverju vendipunktur á í lífiðinu? Komið með blóðskírtinni eða... Og fyrsta barn. Já, þú náttúrulega varst ólétt meðan þú varst í tókst-sveinstykkið. Kas ólétt. Og hvernig var það? Voru dómararnir, prófdómararnir blíðlegir eða? Þeir voru stressaðir. Þeir voru kannski meira þú. Því að einhvern tíðan heyrði ég viðtal og þeir höfðu orð að þeir hefðu verið stressaðir. En þú, hvernig leið þér á meðan? Svona fyrst við veitum að þeir voru alveg rosalega stressaðir. Ég var náttúrulega alveg reynd stressi líka á prófunu. Það var líka það var rosalega gott veður þarna. Man eftir því og svo náttúrulega þegar maður var stressað kannski og það var svo heitt að ég hljóp upp í bjú sem ég hafði ekki verið með. Það getur ekki boðað gott. Það var bara stresstengt Já, og þetta var, þú varst bara á steipurnum hana í þessu eða hvað? Já, ég var komin á, ég tek prófið, varst ekki búin að fletta því upp? Hvernig tók prófið? Nei. Það ekki verið í byrjun júní. Helst minni það að verið í júní. En ég á í byrjun júlí.
Já, þetta er bara alveg að loka metrunum. Já. Og þú sagði mér nú áður þegar við rættum þetta aðeins, sjúkrabíllinn var líkuð bara fyrir utan húsið eða ekki eða hvað. Þeir voru svona veltaði fyrir sér hvort þeir þyrfti að hafa hann. Það er náttúrulega, þetta er virkilega góð saga. Ég held að þetta sé ekki þetta mjög algengt, sko. Nei, ég efast stórlega þetta sé algengt. Þeir hefðu allavega aldrei lent í þessu. Og minn gamli kennari kom alveg sérstaklega heimsótti mig hérna, sko, í verkmyndaskólanum, sko. Þannig að en tekur þá sveinstykkið fyrir norðan eða sunnan eða... Fyrir norðan. Fyrir norðan. Verður henni bara aftur heim í skólan og klárar þetta þar? Já, en þá var smíðadeildin í kjallaranum á, það sem núna er, sé ekki, hótelðar. Það var háskólinn þá, kjallaran. Já, þá... Óhumstrætinu. Það var Æslandi hótelið eða bara jæja, eins og sem við kallaði það. Og það var ekki búið að færa smíðadeildina sko upp í skóla. Já, þannig að það var ennþá á sama stað. Það var semst ennþá þarna í kjallara, en kennslan fór öll fram og hínadeildina voru konar upp í skóla. Já, ég skilði. Var bara, skólinn var svo nýr. Já, hann er ekki eldri en þetta, allan þessi bygging. Ekki þessi bygging. Þetta hefði ekki hugmynd. Ég hafði aldrei komið inn í sko þessa smíðastofu þegar ég fór í önsprófið. En það tók ég öll verkfæri með mér þegar ég vissi það. Er það ekki þessi flesti, mælt með því flesta? Þú veist, náttúrulega, maður þekki að bara sjálfur með tangina sínar og allt sem maður notar. Já, þú náttúrulega ert að nota segjur og fræsara og allt saman. Já, þessu stóru verkfærin. Ég tók með mér sko hestulverkfærin. Að sjálfsög, en það ertu náttúrulega sko, ég náttúrulega þeir sem er að hlusta kannski vita það ekki, en náttúrulega maður þinn, hann er með gælunafn sem svona ég dreifi mjög víða og það er náttúrulega hann er herra Festúl og herra Festúl Austurland. Já. Og hefur mjög gaman að allan að kýtast í með litlu rauðu verkfæri mín að ég sé bara með nilfisk og ekki það ég ætla út í þá rimmu sko. En ég notaði sem sagt bara hjólsvein til þess að saga spónin. Já, en það kemur ekkert úr þú sést öll í Festúlinu líka. Ég fekk verkfærin lánuð. Já, frá honum með það. Vel gert. Þá kannski erum við kannski komin svolítið að næsta ekkert. Þú ert útskrifuð, starfarinn hjá Miðás og ert þar einhver tíma. Er það alveg þangur til núna í sumar? Núna í sumar, en svo nefnilega gerist það að þú opnar rafmalausnir. Hvernig sko nú leikum við forvörn á að vita þegar við tala þetta sé röð atvika sem leiðir hingað og þangað. En var einhver svona leyndur draumur að fara í rammalausnir eða bara það tækifæri sem poppar upp? Sko, þessi hugmynd þegar að Palli hættir, mann ekki sem hvað ára, en þá var ég úti, þá kvarlaði þetta að mér. Sem var þá með ramma... Það var með speklagerðina. Já, með speklagerðina. Með speklagerð. Já, speklagerðin lifir nú enn fyrir. Í Frímarhúsinu. Já, á Egilsstöðum. Ég vissi það reyndar ekki. Það er bara innræmmun og speklagerð. En svo náttúrulega með speklagerðina, hún ber okkar flakk svo þegar hann hættir það ekki. Jú. Endaði niður eitthvað Breiðdal og svo kemur hann aftur upp. Kemur upp á hér þegar Bubbi kongur, eins og hann gerðan kallaðar, tekur við. Já, og hann er með speklagerðina sína í trésmiðinni. Já, í litlu húsunum er það ekki rétt í mér? Gamlu trésmiði Fljótsdalshéraði. Það er gamla trésmiði Fljótsdalshéraði. Nú er ég fann átt með á staðsynningunni. Og þetta gengur allt í endinu lífdaga. En ég fannst svo gaman að heyra sko að við erum bara að tala um hann Jón Hávarð. Ég heyrði þá sögu að hlut að þeirra ástakur speklagerðin kemur aftur upp í hérað, sé eiginlega honum að þakka. Já, náttúrulega með að segja brúnarsýnréttingar er náttúrulega voru að skipta við þá. Vestlurinn eins mikið að geti heimabyggð. Já. Þetta er eins og það nefnilega, ég vissi nefnilega að hún hafi verið í Breiðdal en hafði ekki hugmynd, hún hafi byrjað hérna upp frá sko. En á Egilsstöðum. Já. Nei, við segjum fyrir þá sem er að velta þessi fyrir sem að segja ekki halva sögu. Þá náttúrulega ringir Jón Hávarður í hann Bubba eða hann Björgvin og eiginlega spyr hann hvort hann vil ekki taka við speklagerð, segir sagan og við kannski fáum að heyra hérna réttu sögu seinna. Já, ég held að vera að spyrja hann nákvæmlega um það, mér finnst það ekki ótrúlegt. Nei, en hann er maður sem hefur tekið margt að sér og og á erfitt með að segja nei þegar að koma einhverju hugmyndir. Hann Bubbi, já. Hann Bubbi, sko, maður sem átti sko bón og púst og á tíma rak hárgreiðslustofu. Hvað hefur hann ekki? Hann var náttúrulega með second hand hann, sko, já, þar sem að vaskur var. Já, gamla vaskurhúsið. Já.
þrífa þjónustu og Já, mér skilst hans í enn að þrífa. hvað hefur hann ekki prófað? Það er þessi. Hérna, ok, en þú færð þessa hugmynd, þetta kvarlar aðeins eins og þú segir, þegar þeir loka hérna á sínum tíma, en þú tókst ekki stökkið þá. Þá tók ég ekki stökkið og þá fer sem sagt innrömmunin upp í miðhús og þeir Fjölnir og Hlynur voru með innrömmun. Svo bara þessi auglýsing, hún kom nú bara í dagskráni með innrömmun Kópavogs. Já, í dagskránin sem er dreift hér. Já. Þeir hafa verið snjallir og leita á þetta land. Já. Ég veitti hann ekki þannig en eitthvað að vola miklu aðeins. Jú, ég sá auglýsinguna. Það var ein góð vinkonu mín sem ítti við mér svona og sagði hérna, er þetta ekki eitthvað fyrir þig? Og ég svona drónu eitthvað fæturnar og hún hringdi og tekkaði verðinu. Þannig að hún bara gerði þetta fyrir þig. Þá var hún svona farið aðeins að spá spuglar og svo var þetta eiginlega bara stökkið tekið. Því hann var sem sagt búin að pakka þessu öllu niður því hann misti húsnæðið og hann sagði að hann hefði verið svona að hugsa hvort hann hefði, að því að hann var komin yfir 60 og þetta var svona spurning á hann að fara að byrja upp á nýtt, bara eitthvað annað eða bara hætta þessu og hann náttúrulega fekk stuttan eða þannig uppsagnarfrest var bara á fullu en hann gæti ekki losa sig við nema svona takmarkað. Já, af tækjum. Já, eða bara lager og öðru en þetta þegar við sækjum þá endar þetta eiginlega í 40 feta gám. Já, og þetta hvað áriða sem þú tekur þá ákvörðuna að kaupa? Við vorum búin að við tökum þessa ákvörðun en það var ekkert húsnæði. Nei, en allavega þú fær búnaðinn? Við fluttum búnaðinn austur, bara svona í kerrum og bílum og svona miljón kassar og þessu var bara plantað út í sveit í gám. Það var gott að vera úr sveit. Það er gott. No pláss þar. Þetta er eins og ég er ekki alltaf að tala um að þeir sem búi í sveit séu góður ruslasafnarar. Ruslasafnarinn getur nú verið jafnt innan bæjar sem Jú, það er þetta rétt hjá þér. En þetta er eins og þá sér það og hérna Svo byrjaði eiginlega bara þetta að vera spák með húsnæði. Og náttúrulega þá var þetta hugmyndu náttúrulega og þinn maður náttúrulega sjálfur í rekstri með smíðafyrirtæki eða smíða. Já. Og þá náttúrulega þá sér það nú svona hver sá sem vill að það náttúrulega á þetta vel saman hönd í hönd. Það var svona það sem við allavega hugsaðum okkur. Já, sér, hygglust. Og hérna, hvenær finnið þið rétt á húsnæði sem er í dag? Það er rétt fyrir COVID. Bara 2020? Og 2019 erum við svona að horfa og við vorum búin að velta svona ýmsu möguleikum svona fyrir okkur en einhvern veginn löpa hérna alltaf framhjá að það væri alveg draumastaður. Enda miða við þína sögu þá held ég að sé nálega að segja að það hefði bara ekki verið boðið að við opna rekstur á Egilsstöðum. En það var alveg skoðað líka. Já, þú veist, vitaskuld. Maður náttúrulega velur ekkit alltaf hvar maður endar. Nei. Og hérna, en svona, ef við hórum út frá sögulegu samhengi, þá er Fellabær svona alveg rétt að múfið eins og sagt þér. Já, en þetta er bara staðsetning og annað. Hún er bara einhvern veginn afskaplega, það er svo þægilegt að segja þetta vegar. Ef maður hefði farið inn í iðnaðarhverfi. Það hefði verið flóknara. Það hefur verið mun flóknar að segja fjarðarbúum til vegar, en það er allir sem að fara í frumherja. Það er bara næsta úr hliðina. Og ekkert eins og ég án þess að hafa spurt eða svona ætla að krefja það svara, þá reiknaði nú með því miðað þau fyrirtæki sem er í kringum ykkur. Þá er þetta opaslega góð sambúð hérna á millikar, myndi ég reikna með. Mjög svo. Enda náttúrulega aldrei vesinn hérna fyrir austan. Nema stundum. Þannig að þið kaupið húsið Við fáum það í desember 2020. Já, þið fáið í desember 2020. Og þá náttúrulega er náttúrulega ekkert rosalega skemmtilegt ástand í heiminum. Það var bara, já. Og við öllum þeim takmörkum og öllu sem þeir sem vilja muna. Og þannig ég gera ekkert við náttúrulega standsitjum bara fyrst svona. Og opnar þá í rauninni þjónustuna þá hvenær? Ég finn 21 svona sem að ég fer eiginlega eitthvað að opna. Og hvernig, þú veist, nú bara alltaf ekki verið í ég held svona sýningu byrjaði á því mann ekki svona dagsetninguna á henni. Það verið október eða nóvember.
Já, þá 21. Já. Og var það verk þá eftir þig eða? Það var eftir vinkonum mína hana Önnu Hjalta og Össur. Þó að við eigum og eistu í Sláturhús hérna sem er náttúrulega listasmiðja og sýningarsalur, þá er aldrei hérna vanþörf á öðru rýmum. Ég er svo sem ekki haldið nema þá sýningu og svo með sýninguna skákverkunum. Já, það var nú merkileg saga. Það var sem að tengdapabbi bað mig að það var hans saga í rauninni. Og það var tengt skákfélagi Reykjavíkur, eða ekki? Og heimsmeistaramótinu hann að þessu fræga. Hann átti öll hérna postkortin eftir Halldór Pétursson sem hann teiknaði. Já, í kringu þá skákmótið. Og hann átti matseðilinn meistlu aldarinnar og því þetta var þeirra tilhugalíf. Já, millið hans og sinnákonu. Já. Og þetta er eins og ég sá nú mitt út eins og við rættum áður en byrjum að taka upp, þá sá ég hérna frétt sem var gerð á N4. Ándulega fyrir þá sem vilja kannski sjá betur og hafa getað séð verkin sjálf þar. Og það voru alls konar pælingar, var það ekki líka hérna með bakgrunnin sem þú settir? Sem ég vissi ég ekki fyrir en að tengdapabbi segi frá því í viðtalinu. Þegar ég vel græna litin á bakvið, þá var það algjörlega ómeðvitað. Já, og þau skiptust á bréfum hérna sem var með grænum pappír, eða ekki? Og grænt væri litur vonarinnar. En þetta sem sagt kemur ekki fram fyrir henni í viðtalinu. Já, þannig að þetta var bara algjör slembilukka. Eða tengdamamma stýrði þessu. Já, það. Hinn er með fram. Já, það er alveg ótrúlega hvernig þetta er. En það er eins og lífið er alveg fullt af alls konar atvikum og afleiðingum sem maður á ekkert von á. En þannig að þú opnar henni í 2021, þá opniði hér og við erum náttúrulega aðeins búin að fara yfir hvað hérna þú hefur að kljást við. Það eins og komir alveg í merkilega opna skjöldu að sé hérna útsaumsverkefni sem vera að ramma inn. Það er náttúrulega bara fullt af þeim niður í skúfu. Já, og er þetta eitthvað sem þú átt eða? Bara sem að fólk... Já, sem kemur með. Já. Ætla það sé ekki svona nýjasta trendi sem fer kannski på veggi hérna. Útsaumur? Að ramma útsaum inn, hérna sem amma eða langamma gerði eða? Ég hef rammað inn kottaver eftir, það er bara dúka, nefndu það. Það er bara það sem þetta eftir í hug. Bara það sem þetta eftir í hug. Það er að ramma inn í rauninni flest. Já, það er gott að vita. Ég á ýmislegt sem kannski væri þurfa að ramma inn þegar að því kemur. Það var alltaf að vita í hvað. Allar komið mikrofónin. Ég kannski þér endurnýja. Hver veit? þá kannski búið einhver fína kassa sem getur hengt upp á vegg. Já, það er allt hægt. Allt hægt, en hérna en aðeins búðina. Náttúrulega sko, ef það er eitthvað sem verið þekkt fyrir út á landi, það sem ég kalla eru skástríkin. Þetta er eins og, ég nefni oft, þú veist, það er eins og í minni byggðarlegum þá eru verslanir sem eru sko félagsheimili, maturubúðin, barinn og annað slíkt og kannski ef þeir sem eru að hlusta kveikja á pyrinu þá er eitthvað að vitna í brekkuna sem var á Stöðvarfirði. Þú veist, þetta var svona birtingamynd skástrikana á landsbyggðinni. Með allt múlíkt. Með allt múlíkt, þetta er alveg hiklaust. Og náttúrulega, og við erum alveg búin að fara yfir það að þú náttúrulega þetta sinna innrömmun og ramman náttúrulega bara það sem þetta eftir í hug. Og þú veist, þú hefur ekki sagt nei ennþá, eða hvað? Nei. Og svo náttúrulega eru við búin að tala smá... Allavega stærðir að landa kvartum og flís, fekk ég svona, keramikflís sem að var búið að mála á. Þannig að, sko, þetta er svo fjölbreytt. Og er þetta þá bara, þá náttúrulega gerur ramma sem er náttúrulega þessi... Maður það bara, stundu það maður aðeins að hugsa málið, hvernig maður ætlar að útfæra. Þannig að þú þarft að mjög frjótt ímynduna að bli þessu starfi. Það er ekki verra. Það er ekki verra að hjálpa til. En svo náttúrulega eru þið með sölu. Ertu, náttúrulega nú eru nokkra verslanir hér á Egilsstöðum sem selja þessa fjöldaframleitu eða tilbúin ramma. Ertu eitthvað í því líka eða? Já, það er alltaf aðeins tilbúin ramma með. Þannig að maður geta þessi stöðliðu stærðir ef maður vilja bara droppa inn og taka svona staðlega stærð. Já, þessi 10, 15, 13, 18 og allt þetta. 1824 og eitthvað. Kemur gamli Hans Pettersen nördin í mér upp hérna. Náttúrulega get groppa með því að ég náði því að vinna fyrir því merka fyrirtæki Hans Pettersen áður en þeir kvödd okkur
Þar var maður rammafróður á sínu tíma, en aðalega í stöðlegu stærðum. Já, maður hefur bara stöðluðu stærðina sem tilbúnar og En svo náttúrulega einhver verkværi líka. festulverkværi. Sjálfs. Það er bara umbóðsaðli frá Ísól. Já. Og er það bara að selja þeirra vöru með. Já. Þannig að náttúrulega þá náið nú svona fjölbreyttum viðskiptavinnahópi inn til ykkar. Já. Og fyrir þá sem hafa séð ljósið og farið í grænamerkið. Þeir eru nokkrir. Þeir eru nokkur. Ég get alveg sett að miða við svona fólk sem ég hitti svona á förnu vegi þegar maður ljóstrar þessu upp fyrir ykkur en að þið séu það bara, hvað er það? Það eru ekki að versla sunnan. Ég kíki. Þannig að þetta er eitthvað sem og hvernig gengur það að vera með svona rosalega blandaða verslun? Það er bara nauðsynlegt að hafa fjölbreytt ekki í körfunni. Það bara verður að vera. Ef þú ætlar að lifa af þá getur verið svolítið svona. En svo myndist á áðan að þú hafir á þessu ári eða síðasta ári hætt upp í miðás. Var það 25 eða 26? 25. Sumar 25. Já, það var sumar 2005. Þá kannski liggur beinast við að spurja það sem þú náttúrulega ert í orðsins fyllstu merkingu orðin eigin herra, hvað atvinnu var þar. Finnst þér þetta meira frels, þetta ábyrgð að vera ekki með öruggan launatekka einhvers annar stað frá? Þetta er áskorun og ef maður prófar þetta ekki og þá annarkot gengur þetta gengur ekki og maður þarf að prófa þetta. Já, alveg, hvað er að verst sem getur gerst? Þá bara hætti maður og fyrir ekki eitthvað annað. Já, geti farið aftur upp í miðar. En maður er alltaf með reynsluna. Alveg hiklust. En ánáttalega þessu tíma, náttúrulega þetta er búið að vera svona miða hvernig við höfum heyrt sögun, þetta er búið að vera nokkuð svona bara ljúft og bara eitt og annað gerist. Var, frá í rauninni þrjú tekusveinsprófið, ef við fókusum kannski meira á 2009 til dagsins í dag, hafa komið upp einhverja svona áskorunir sem þú vissir ekki verið náttúrulega yfirstíga þetta. Í hvað átt meinaru? Þá bara eins og með reksturinn, eitthvað sem eitthvað vandamál sem að leysa, kannski ekki endur með verki, bara það sem maður þekki sjálfur búin í reksturinn, maður næstu því fer með tárin og kottan og rífur svo upp eftir svefnin og bara klára verkið. Náttúrulega, það er ekki alltaf kannski sóla alla daga. Alls ekki. Það er bara, en já, ég veit það ekki. Ég ætla allavega að gefa þessu séns í, ég segi 5 ár og ég alveg helst að reyna það í 5 ár á fullu, gefa þessu séns og nú ef það gengur ekki þá bara það allt í góð. Já, bara ekki, enda svo sem það er ekkert hættulega sem gerist. Það er ekkert hættulega sem gerist. Nei, nema kannski örlitla skuldir. Maður bara fer kannski svona svolítið kannski, já. Það er svona, það er ekki það allir, en þetta er eins og svo náttúrulega þessi gamla og góða lína EHF, ekkert bíp frí. Nei, maður er svolítið náttúrulega, já, maður er svolítið mikið maður heyrir það alveg frá börnunum. Já, það drengurinn minn, hann þekki það alveg. Við erum oft hvort þeir eru að fara út, er það að fara að vinna? Og svo þegar maður segir, nei, nú á ég dagi með þér. Þá er það? Hvað er það að gera? Þetta er náttúrulega, þetta eru fórnir sem að fær, maður vonandi svo uppskýran verði góð á lokum, en náttúrulega frelsið er alveg yndislegt, ef ég tala fyrir sjálf á mig. Maður getur þá allavega bara skellt hurðinu eða skellt miða og Já, algjörlega, í gluggan og... Gluggan, ég stundum þarf alveg að gera það og sett miða í gluggan og ég þarf að skutla barni. Og hefur tekið hann úr heilsubælinu gömlu þáttunum, fór í banka, ekki banka. Er það svona kannski 9 ár setið að vera með skondna miða í glugganum eða þarf að setja á því? Aldrei vita hvað ég eftir að koma. Við kannski fylgjumstu því á Facebook sínu hjá þér. En ég sé, en svo náttúrulega er bara spurningin, náttúrulega þú ert núna í þessu ég kann eiginlega ekki útskýra, þessu útsaumsverkefni. Já, sem liggur á borðinu hjá mig núna. Já. Það er útsaumsverkefni sem fer í rauninni líka ég nota gamlan ramma. Já, þú ert að endurnýta þá. Með þennan ramma sem liggur á borðinu hjá mig núna, þá er það að kúnin vill fá svona gamaldags stóra gilda ramma og það er ekkert svona
bara ég fæ þá ekki á heilsáðunum, ekki svona sem eru með krúsindúlum en í pakkanum sem ég fekk frá Innrum Kópavog sem var fullt af dóti. Já, þannig þú ert að grísi það svona hægt og rólega niður. Já, ég fæ alveg að heyra að ég mætti gera það hraðar. Já, það eins og það er greinlegt ég þarf að fara að kíkja í kaffetiðin og ég á nokkra hluti sem ég þarf rammin. Og semst þá þetta gamall rammi sem var með spegli í, Já. sem ég tek sem speilin úr, minkan aðeins, en hann passar utan þetta tiltekna verk Já. og þetta svona svipað ég gerði fyrir móðu þína. Já, hún verslaði mitt af þér. Og það var, við nýttum gamlan ramma af því að okkur dætti í huga að hafa þetta svona. Já, og sko ég get sagt þér það, nú, ég veit ekki hvort sem ég er búin að senda þér mynd af lokaútkominni þar sem hún komin upp á vegg, en þetta kemur virkilega vel út hjá henni hérna og endast þér. Og maður það nefnilega skiptur útrúlega með þetta var nefnilega það sem að móðið þín var til dæmis með var bara lítið svona skemmtilegt spjald með texta og þeir eru voru búin að gera þetta í svolítið skemmtilegan voldugan ramma og þá var þetta listaverki. Þetta ekki sammála? Ég er algjörlega sammála og ég tek alveg undir með þér að þó að bara eins og þetta gömul klisjón í að innihaldi skiptir við svona máli en pakningin líka, hún spilar alveg inn í upplifunum. Já, hún gerir það. Og það alveg, það komið, ég var með verk hér bara núna á dögunum sem að var bara verið að skipta ramma, það voru gömul verk sem fengu bara svona makeover. Já. Og þau lifnuðu við. Það nefnilega svo gaman að sjá það þegar verkin, þau virkilega lifna við. Það bara dásalt þeirra. En við erum að brenna út á tíma. Takk innilega. Er ég búin? Þetta alveg að klárast í á okkur. En takk innilega fyrir að leiða okkur að hitta þau og koma í Mjólkurhúsið, Sigrún. Og hérna, við hvetjum náttúrulega alla til þess að kíkja til þín sem eru einhvers staðar hér. Náttúrulega við tölum svo sem ekki mikið það að þú ert eina rammasmiðjan, er það ekki rétt hugtak hjá mér? Rammaverkstæði. Frá Akureyri og okkur telst rétt til frá Akureyri og Austurfirði og niður að Selfossi. Já, þú sagði nú að Selfoss væri dottið út. Já, mér skilst það. Þetta svona, ég þori ekki alveg að fullira þá staðhæfingu. Þannig að ef það eru einhverjir frá Selfossi eða selfissingar að hlusta þá í guðspennum ekki skamma mig. Og hérna, en svona miðað við stutta internetlið þá sýndir fyrir næsta rammaverkstæði að vera bara á höfuðborgarsvæðinu. Svo líka hefur maður bara, sko, ég líka verið kíkt á þá fyrir á Akureyri og við höfum, sko, hún hefur fengið lista hjá mér sem að hann langaði í og býtti markaðar. Það nefnilega mjög gott líka. Það bara eins og maður þekkir úr kannski öðrum geirum hér á landi. Það hagnast ekki náði að vera í stríði. Enga veginn. Það betra í svona kannski í þessum sértæka bransa að allir séu vinir og vinna saman. Ég valdi mér Innrömmun Sigurjóns fyrir sunnan til þess að vera með svona, ég ringdi bara í þá og spurði hvort ég mætti fá sko svona ráðleggingar og svona ringja í það þeim vantaði einhverja svona, þau væri það langt í burtu að ég væri ekki neitt í samkeppni. Nei, algjörlega. Ekkert mál og ég mjög oft búin að vera í sambandi við þau og bara þau eru náttúrulega rótgróin. Já, við vitaskuld. Þegar ég var alast upp í Reykjavík sjálfur þá man ég alveg eftir þessu fyrirtæki þar sko. Þannig og hún hefur reddað mér sko, það var listi hættur í framleiðslu eða karton hættur í framleiðslu og mér vantaði bút og þá hef ég hringt í þau En það allan að vitið það en ef það einhverju vandur að bendið á hvort annað. Já, maður finnur lausnir og reynir að redda. Sjálfsögðu. En herri Sigrún, bara takk innlega fyrir komuna. Við bara, ef við þurfum að ræða meira þá bara kemur aftur. En ég segi bara takk innlega fyrir komuna og bara gangið sem best með rammakirinn. Takk fyrir bara sem leiðis. En það var gaman að heyra hvernig lífi leiddi Sigrúnu áfram. Við þökkum henni kærlega fyrir samtalið og náttúrulega fyrir sögunar og hvað þá gefa sér tíma á milli verka. Ef þú vilt láta ramma eitthvað inn eða hafa samband við henni þá hún staðsett á Lagabraut 3 með rammalausnir eða hægt að finna hana á samfélagsmiðlum. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi við Austurfrétt sem viljum þakka sérstaklega fyrir stuðningin. En þangað til næst, takk fyrir að hlusta.